Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Mér langar í upphafi þáttar að biðja um það sama og allir þáttastjórnendur á YouTube biðja um. Ef þið líkar efnið sem ég er að fjalla um í þættunum, vinsalega smelta á like. Það er ekki verið að þú smellir á subscribe líka, þannig að þá færðu alltaf þættinu mín að senda til þín eða skrifar eitthvað komment undir þáttin vegna þess að allt þetta hjálpar mér að dreifa þættinu mínum til fleiri. En gestur minn í dag er, við skulum segja, nýbakaður rithöfundur, fyrrverandi athafnakona í viðskiptalífinu, Helga María Bragadóttir. Velkomin Helga María. Þakka þér fyrir. Ég óskaði til hamingju með þetta verk þitt, Takk. þessa bók, Já, en, og hún er ekki af, hvað við að segja, hún er ekki í minni gráðunni, en þú nei. ert náttúrulega svo mikið ljón að þú getur aldrei gert neitt lítið, það verður alltaf þessu svolítið stórt. Já, ég er svolítið svo Já, leiðis. Já. já. En segð mér, hvað kom til að þú fórst allt í henni að skrifa bækur? Það kom nú bara, ég var sem sagt raka í rekstur og svo var komið tími til þess að selja hann og ég hafði alltaf gengið með það í maðanum að skrifa, hef alltaf haft gaman að því að skrifa, svo ég var búin að ákveða að bara að hætta eins nefn og ég gæti og ég gata og seldi fyrirtæki mitt og þá fór ég að skrifa. Og þá var þessi doðrandur til að hafa búið að taka svolítið langa tíma. Það sé ekki orðinu bara 8 ár. Þú ert náttúrulega búin að vinna svo mikla heimildavinnu á bakvið þessa bók sem að kemur mjög skýrt fram hérna aftast í bókinni. Ég er ennþá með bókamerki sem að merkir við skýringarnar fyrir hvert kapla fyrir sig af því Já. að ég er að lesa í gegnum það því ég byrjaði bara á að lesa bókina og mér finnst þetta persónulega mjög heillandi saga vegna þess að ég elska sögutengdar skáldsögur. Það er að segja frá fólki. En hvaða fólk ertu að fjalla um? Sko, ég er að fjalla um ættingja mína, sem sagt, ég er aðalsöguhetjan eða hjónin, Eiríkur Sveinbjarnarson og Vilborg Jónsdóttir. Þetta eru forfeður mínir í 22. ættlegg tilbaka, en það sem það finna við þetta er að þú ert að líka við eiginlega. Þú getur eitthvað verið frá ættlegg kannski 17, 18 upp í 27. Það fyrir eftir Og hvað þú finnur sjálfa því í Íslandingabók tengda við þau. ef ég þarf Þannig að að kíkja í Íslendingabók. já, heyrðu, og málið er það að við Íslandingar erum vel skild en þegar ég er stelpa þá var það fast að líður að amma las alltaf upphátt fyrir okkur systurnar á 50. og hún var mikið í ættfræðinni og talaði mikið um þessa forfeður okkar og þeir hefðu verið riddarar og Eiríkur hefði verið mjög merkilegur og konarnas hertuga inn í og annað og mér fannst þetta nú svona alltaf svolítið sérstakt því að ég hafði aldrei heyrt talað um slíkt fólk hérna á Íslandi þannig að þetta satt svolítið í mér svo fór ég að skoða þetta seinna og ég fann ekkert um þau, jú það er náttúrulega þetta fólk var til og þau eru til í heimildum eins og heimildir hjá mér í bókinni sína og þetta var riddari hérna, Hákonar Háleggs, hann Eiríkur og hirðstjóri á Íslandi og stjórnaði Íslandi í 20 ár við minni frá 1322 til 42 og það gerðist mikið og náttúrulega sagan segir alveg frá því og hún gerist líka mikið erlendis vegna þess að þessi menn voru mikið erlendis þeir komu bara, sem sagt hertogarnir, neina hérna hirðstjórnir komu bara yfir sumartíman því að þeir voru bara vinnu skrifstofan hjá þeim var hjá konginum í höllinni sko. Þeir Þannig tóku að lungan úr árinu hér á Íslandi. Með þau bestið, komu sko, með já. vorskipum og fórum á haustskipum. Já. Þannig að ég fór að hella mér í þessa heimildir og þá náttúrulega þá í leiðinni að þá hérna þá las ég bara um sögu Evrópu og hvað var að gerast þessu tímabili. Það gerist sem sagt að fyrir hluta 14. aldar og hérna það er lítið til af heimildum um það. Það er eiginlega mest, flestar heimildir eru um víkingana, Íslendingasögurnar og þetta en ekki þessar miðaldir sem sagt 14. öldina. Nei, mér finnst, sko, mér finnst eins og ég hafi lesið fullt fram að morðurinn á Snorra Sturlusyni og svo vantar eitthvað svona gap þá getur maður fyrir að fylgjast með fjölnismunum sem allar hreins á tungumálið og eitthvað þess aftar.
Já, Og eiginlega bara sko þegar að siðaskipti verða sko þá byrja heimildir að koma og það er eins og tímabilið á undan þarna hafi bara 200, 250 ára hafi svona dottið niður og fólk hefur oft sagt að myrkar miðaldi það var ekkert að gerast þá, þetta voru bara munkar og kirkjusöngur og eitthvað svona en það er nú bara var ekki þannig. ekki alveg. Nei, Mér, sko, hérna bókin, hún, sko, þú ferð mjög víða. Þar já, segja að þú ferð til hérna annara landa með sögupersonurnar og í námi í París. Frakklandi Já. og svona síni tengingarna sem voru á milli fólks sem að við kannski gerum okkur ekki alveg eins grein fyrir. Það voru samskipti meiri við önnur lönd. Já, sannarlega vegna þess, til dæmis til þess að verða hirðstjóri á Íslandi og verða riddari konungs í Noregi, að þá urðu menn að mennta sig. Þeir urðu í raun og veru, þetta var bara ekkert ósvipað í dag, þetta var háskólanám. Já, Og þannig vegna þess að konungarnir, Noregskonungar, stigu aldrei sínum fæti á Ísland. Þeir treystu alfarið á hirðstjórnuna sína. já. Og þessi menn vissu, þeir voru bara, og þetta voru yfirleitt höfðingja sinir. Sem að Þetta var fengu ekki þessi bara, embætti. Já, sem þetta var fengu höfðingja, þessi íslensku embætti. höfðingja sinir, já. Já, já, já. Þannig að þess vegna fer ég að skoða í grunninn hvaðan komaði, hvaðan kemur hann, hvernig stendur því að hann er hirðstjóri og hvernig, akkur var að gera riddara og hvernig lýsti það sér og riddara þegar hann lýsti sér mjög vel í þessari bók. Já, Riddara voru bara eins og hermenn í dag já. og það voru engir herir, Nei, það ekki voru svona riddarar. skipulaðir herir, en menn Nei. gengu til liðs við konung og þá þýddi að þeir þurftu kannski að fara í stríð ef þeir voru kallaði til. Já, og það alltaf var alltaf, þetta var eiginlega merkild á Íslandi, þetta var alltaf svolítið innbyrðis, milli höfðingjan og annað. Og svo var aðal stríðið, eða var að milli sjálfa konungana í Norðurlandunum, Noregu, Danmörk og Svíþjóð, þeir bara börðust að banaspjótum og það kemur mjög skýrt fram í bókina. Þetta er eiginlega sem betur fyrir heimildir á bakveita vegna þess að þetta er lígilega en okkur ligasaga, hvernig hlutinni gengur fyrir sig. En svo líka sko, hérna, giftingarnar og tengslinn Já. inn á milli er alveg ótrúlega, já, Já, og það sem ég bauð upp á ímislegt skona grunnsalegt sko. já, En þetta er reynur er alveg nýtt í sögunni eða eiginlega ekkert mikið meir en 100 ára gamalt að fólk geti eins og í bresku konusfjölskyldunum dönsku og svona að fólk geti gift sér bara alltíði fólki. Þetta var óbóðslega stíft á þessum tímum að þetta varð að vera konunglegt blóð og þá var þetta allt meira og minna skilt. já. En það hefur svo sem verið talað um það sko, að það væri allt skilt og Já, hérna, og það væri úrkynjun út af því að það væri svo skilt, þannig og allt þetta kemur fram í bókinu og mér finnst þetta það er svo gaman að lesa, ég glemdi mér algjörlega viðlestur og ég sem er vön að reyna að vera komin upp í rúm ekki setna en klukkan 11, það er eiginlega svona alveg síðasta hérna, já, rákaði bara allt í henni við mig þar sem ég satt og var að lesa og klukkan var hann hálf eitt, þannig nó. að ég var sko, Þetta er mikið hrós. já, ég var svo, að því að sko, söguþráðurinn heldur manni alveg því það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og það er einhver ný flétta og það er, hérna, þú ert í Bretlandi og þú ert í Fraklandi og þú ert í Danmörku eða Noregi eða Svíþjóð og það eru átök eða gleði og hamingja og svo, sko, svona lýsingin á í rauninni samfélagsmyndinni á þessum tíma kemur líka mjög fínt vel fram og hérna og valdi kirkjunar í raun yfir fólki Já, og kannski svona baráttunni á milli kirkjunarmanna og hérna og konungsvaldsins já. hver ræður og það líka skýrir siðaskiptin af hverju þá vildu menn losna undan. Það var bara eðlilegt framhald. Já, já. Þannig að hérna, ég, mér finnst sko að allt hérna sem framkemur, við erum að lesa frá 1296 til 1343 eða þar um bil, Já, kannski aðeins lengur, já. við upp í 1400, nei, Hún reynur enda 45, 1345. já, já, En það, já. Þetta ánáttúrulega að vera þríleikur, sko, þannig að þetta er fyrsta bóka þremur. Þetta er, snjallertu,
Já, þetta er Vatnsfjarðarættin eins og hún leggur sig, eins sko. og leggur sig. En Já. segðu mér neitt, hvað er hringur fiskimannsins? Hringur fiskimannsins er í raun og veru að það er, já, það var bara gerðið síðasta vora þegar að kom nýr páfi, þá fekk hann hring sem heitir Hringur fiskimannsins. Og platan á honum sýnir það sem Pétur Postuli er að veiða fisk úr Galileuvatni og til þess að geta mettað fólkið. Fyrsti pávin, hann fekk þennan hring og þeir allir pávar hafa fengið þennan hring síðan. Það hefur ekki brugðist. Þannig að það sem að ég er náttúrulega til sjöfli skálsaga, en það sem að, sko, rauði þráðurinn í þessu er að Eiríkur á náttúrulega að veiða, hann á að koma fiskinum skreiðinni frá Íslandi til Noregs til konungsins. Já. Og þegar hann riddar hann, konungurinn riddar Eirík, þá gefur hann honum þennan hring sem var mjög ómögulegt því að það voru bara pávar yfirlt með þennan hring og eru, og segir þú átt að gera sama og Pétur Postuli gerði, þú átt að veiða fisk en þú átt að veiða hann á Íslandi og þessi hringur á að færa gæfu og mikla fiski gengd. Og þessi hringur náttúrulega skiptir öllu máli í bókinni, allt sem gerist í kringum hennar hring, bæði gott og illt. Og hérna, það er eiginlega rauði þráðurinn í þessu að þetta á að gera það sama og það gerist, þetta fyrsta skipti sem þetta gerist á Íslandi, akkurat á þessum árum, þar sem að Eiríkur stjórnar 1322-42, þá kemur fram í heimildum og þá hafi fyrst orðið fisk, þá hafi Íslandingar farið að selja fisk til Englands. Og það er ekki tala það hvernig á því stóð akkur upp á fiskur til Englands. Það var reyndar konungurinn sem að þarna er þá við völd er barn, þannig að móður hans er stjórnar í hans valdi og það var lítið fylgst með því sem var að gerast á Íslandi, þannig að Eiríkur var mjög innráður það hvað hann gerði við aflann. Og þetta er þarna sem að raunum verið að skreiðin, það er náttúrulega fólk lifði á skreið, það var það mikið að föstum, fólk mátti, þetta voru 160 dagar ári sem fólk mátti ekkert borða með fisk og þetta í allir í Evrópu. 160 dagar ári? Já, og það er bara í kaþólsku trúni og það var alltaf verið að auka við fösturnar og þannig að þetta var alveg gífurlega mikilvægt hráefni, það var fiskurinn, því það var hvítt og hreint fiskmeti og kallt blóð, þannig að fólk mátti borða fisk, ekkert sem að vara á 4 fótum með heitt blóð, þannig að þetta eru gífurlegt tækifæri og það er svolítið synd að það hafi eiginlega ekkert verið fjallað þetta í heims eða í sögunni hjá okkur, hvað gerist nákvæmlega þarna á þessum tímum. Og þetta var svo gaman að leggjast í heimildur og þess vegna var ég svo lengi að þessu því að ég fekk aldrei nóg og það var nú eiginlega minnstæðin hérna heima á Íslandi. Ég fekk þetta gegnum þýskar heimildir, í breskar og vegna þess að þá að fjallað Ísland líka hafa fjallað Ísland þá í útlandum, sko. Já, þannig að skriflegar heimildir til. Já, og þess vegna finnst mér var þessi bók löng og mikil og reynda að gera henni góð skil með heimildum og skýringum af því að þetta er bara rosalega mikilvægt tímabil í sögunni. Heldur betur og skýrði mjög margt fyrir mér fannst þetta gaman, ég var alltaf elskað sögu og hérna það var svona kannski svona, með betri fögunni hjá mér alltaf í skóla, það var saga því að mér fannst hún svo spennandi og ég var elskað að horfa á sögulegar bíómyndir og lesa bækur sem eru byggðar á sögulegum heimildum, þannig að þessi bættist í hópin, en þú ert með framan á, skal ég segja þér, þú ert með framan á bókinni ertu með tafl og þú ert með riddara eða hermann, já, páfa og kóng. Já, þetta er þess að þetta er riddararnir sem voru náttúrulega mikið afl á þessum tíma og það var kirkjan, þarna páfinn og svo konungsveldið og eins og þú komst inn á áðan að þá var konungsvaldið og kirkjan bara voru alltaf að berjast um valdið. Já. Og þetta er það sem ég hugsaði, þetta væri svona
Úlfar í Sauðagæru, nei hérna, já, bara Úlfar í Sauðagæru, Já, því að voru allar þessar þrjár stettir voru að makka já, og ég myndi sko, og það er svo merkilegt að mjög mikið af þessi sögun er bara mjög líkt og í sögun í dag, það er alltaf þetta sama, það er valdagræðginn og það er mikið vill meira og allt þetta. Þannig að þetta er sko svona lýsandi fyrir valdabaráttu, til dæmis eins og Eiríkur, hann bjó ellendis, hann sapnaði, þarna voru konið bankar, þarna kom hann sínum auð í banka og allir þeir sem áttu peninga, það fjármagni streymdi í bankan og það var geitt þar. Hann átti sitt eigið skip, það hétu bússur, þau skip í gamla daga eða þessum tíma þar sem að það var komið þilfar þannig að menn gáttu leið undir þilfarinu í vondum sjó og þeir lifðu eins og kóngar þannig að greinilega sko, já, greinilega. Mér finnst líka skemmtilegt hvernig hún fjallar bankamálna þessum árum og hvernig í rauninni menn komast fram hjá þessu banni á lánastarfsemi frá kirkjunni. já vegna þess að kristni menn máttu ekki taka lán, því gyðingar máttu þeir máttu lána kristni mennum ekki hvora öðrum, þannig að það var mjög sérstakt kerfi, það kemur svolítið vel fram í bókinni og svo náttúrulega rittararnir þeir fóru í krossferðirnar, þær voru náttúrulega 3 byrjuðu 1100 og þegar þeir fara til Ísrael og Austurlanda að þá kynnast þeir svo mörgu sem að er flutt til Evrópu eins og byggingalist, götukirkjurnar og bara í almennt og þarna kynnast þeir arabísku tölunum, þetta var svona þunglamalegt tölukerfi þegar þetta voru latnesku tölurnar sem voru mjög erfiðar, þetta var náttúrulega algjör himnasendinga á arabíska tölukerfið Já, og svo líka að hérna, þannig að þeir rændu líka leiðina þannig að þeir komu með gull og gersemar að austan til Evrópu og þetta breytti Evrópu, þarna kom debit og kredit, ný lánastarfsemi og menntun og siglingafræði og bara nefndu það bara varð ofboðsleg breyting þarna á 14. öld það er og þetta greinilegt. var allt út af rittorunum og krossforunum sem komu með þessa þekkingu frá Já, Austurlandi gær. já. Og svo náttúrulega sko hérna já, fæð konungana á rittararegluna og allt þetta kemur allt þetta fram og það er svo mér finnst svo gaman að lesa þetta og kynna þetta því ég sérstaklega fengi áhuga á einmitt þessari rittarareglu og þessu tímabili sem Templurunum, já, já, já. og þannig að hérna bara hún fær 10 hjá mér. Takk fyrir það, bara yndislegt að heyra það, Já, en þú talaður skýringarna, þá hef ég heyrt það þegar fólk er að lesa bókina, það kemur best út að lesa bara söguna, sem sagt alveg í einu lagi, já, síðan skoða skýringarnar eftir á, því að þá hefur maður bæði áhuga að vita hvað var að gerast í raun og veru já, og hvað ekki, og það sem kom mér eiginlega sjálfur mest á óvart var þetta er eiginlega 90% sem gerðist þú veist, þetta er já, söguleg já, skálsaga og allt já, það já, en ég þurfti náttúrulega að láta svona, þetta sögulega gengur út af hvað fólk var að gera og ég náttúrulega lagðist í heimildir við hvernig tískan var og hvernig hvernig ferðast fólk og það var bara að gera sömu hlut og er að gera í dag fólk hefur alltaf viljað dansa og skemmta sér já. og þarna var kannski svolítið öðruvísi þarna kemur nú fram þarna aftökur og ýmislegt og það var í rauninu svona skemmtuna laugatökur það var að fara á torgið Já, já, það var og ekki horfa á Evróp aftöku. já, það var Það er framhaldi að hérna að kólasöfum leikunum hérna þar sem að voru gladiátorar og eitthvað þess að það og þetta var nákvæmlega áður en fótboltaleikir komið þannig að það þarf alltaf eitthvað fyrir fólki til þess að fá það til þess að gleðjast já, yfir einhver því ég læti meina í dag er að Netflix og við þurfum já, alltaf að skemmta okkur og svo er maður að fara bara í leikhús og allt já, þetta og þetta bara er innbyggt í mannskeppnina já. Mér er svo gaman að því sko að hérna, Jón Böðvarsson heitinn sakfræðingur, hann kom hérna oft og íslensku fræðingur, hann kom oft hérna eða nokkuð oft í heimsókn til mín og Gulla heitins já, með við byggum á Snæfellsnesi og hann sagði sko við verðum að hugsa um fólk á hvaða tíma sem er
það er bara eins og við. Það er með nákvæmlega, sína þrár og langanir og það vil gera svona og hins einn já, og það er ekkit öðruvísi en við getum alveg bara bakkað aftur í það er umhverfið sem er öðruvísi og það það er bara kemur, umhverfið. já, og það kemur mjög vel fram fyrst mér í bókinni og ég las hana alla í gegn fyrst og þess vegna er ég hérna ennþá hérna bókamerki mitt í bókinni af því að ég er enn að fara í gegnum skýringarnar Já, og svo náttúrulega fletti ég reglulega upp í ættatölunni sem já, mér fannst mjög áhugaverð já, og og skoða, ég reyndar ég fór alltaf að fara inn á Íslendingabók og þá myndi ég ekki lykilorðið þannig nei, það stoppaði eiginlega þar já, og svo ég fór ekki að skoða en það er að sjálfsögðu mjög áhugavert alveg svo þegar að ég var að lesa bókina leitina að svarta víkingnum þá fór ég til þess að athuga hvernig ég væri skild svarta víkingnum og það komið þetta einhver 33. ættliður eða eitthvað þess áttar þannig já, að við erum öll tengd og skild á einn eða annan hátt að tala um að við erum öll skild í sjötta lið ef að því er já, skipta. já. Og það er einmitt sko, eins og núna ég óttur að, nú sem sagt styttist í að hérna, ég verði með útgáfu hóf í, hérna, í Hörpunni, það verði 15. til 16. nóvember. Já, Og þar er ég reynu verið að bjóða öllum Íslendingum vegna þess að þeir eru allir ættingjar þeirra og ég er að halda upp á 700 ára brúkusamæli Vilborgar og Eiríks. vá, ó, Já, það er ekkit annað, já, en æðislegt. Það er já. bókamessan þá sem að er í hörpunni sem þú veist að tala um að nota sem útgáfa hófi. Þarna þetta er rosalega mikið um að vera á bókamessunni. Þetta er í tvo, sem sagt, laugardagssunnudag frá 1 til 5 og ótrúlega mikið að gerast og ég er hérna með bás, verð með bás og hérna, og svo er núna bókin að fara í forsölu og verður auglýst þannig að fólk getur sem sagt hérna keypt núna hjá með bókina á sama verði, hún er seld á í búðum en það sem er svo skemmtilegt með þessari að hún fylgir henni púði og getur í hvort að sést nú hérna sko sérðan, Já, ég sé hann mjög vel. já, Já, það er bara þetta er eins og kápan. Já, en alveg eins og kápan og frábært. stendur Já, hringu fiskimannsins undir sko hérna á púðanum. vá, Já, þetta er flauelispúði svartur og rosalega flottur. Þannig að fólk fær það sem svona kaupauka og hérna þetta kemur í póka sem er hérna merktur líka hérna hringu fiskimannsins, tilvalin jólagjöf eða ammælisgjöf æðislega. Já, og bókamerki og bókin og þetta er fólk að fá á sama verði og bara bókin kostar í bókabúðinni. og ertu með sérstaklega slóð inn á þetta tilboð? Já, þetta er bara að fara núna í loftu, þetta verður, þetta verður auglýst mjög víða, þannig að það er Já, ekki að mikið mála þetta fyrir í gang, það verður bara núna upp á helginni og, frábært. og fram að hörpu og þetta er sem sagt og það er alltaf gaman að fólk getur kíkt í Íslendingabók áður og það vita hvað það er skilt hérna þessum Eiríki 700 ára Sveinbjörnsson. gamli hjónum sem að Já, og hérna það bara því en ég get sagt að ég er 20. annan ættleg og þú finnur hérna aðgangsorðið og finnur hvar þú ert já, og hérna þannig að þetta er líka svolítið skemmtilegt sko. já, mjög Ég gaman. beðið svolítið með útgáfuna til þess að geta bara verið þarna því að þarna þetta verið getið aðalega bókamessan í ár Já, og hérna og fyrir jólin og allt þetta þannig að það verður óbúslega mikið að vera þarna ég held að allt frá því að fósetting kemur og bara og öðru kórar og það bara nefndu og ég held að þessi 110 sem lesa upp bókum þannig að ég er vá. búin að þeim já, Ég sé bara hvernig koma þeir í fyrir. bóðhlaup Já, það bóðlega upp á milli, já. ég held ég lesi 3 mínútur eitthvað þá er ég hend út og næsti og Já, ég skil, það er alveg bara svona rétt sýnisotn, já, já, æðislegt, já. líka bara Þetta, gaman já, þetta er mjög gaman og þetta er náttúrulega alltaf líflegt þegar margir koma saman, það segir sér sjálf. já, Þannig já, þetta er, mér fannst eitt mjög skemmtilegt sem þú varst með í ert með í bókinni, það er mataruppskriftir og já, matseðlar og annað þess að þar. já Og að sjá hvað var borið á borð og, það var ekkert slór nei, það var ekkert slór sko, en það var líka athyglisvert sko, það voru enga kartöflur. nei, það voru ekkert, nei,
þær voru ekki til sko, náttúrulega við vitum alveg hvernig komu hér en þessu Sölugstall, var það Já, ekki hvað, 16, 17, en 17. þarna var ekki sko, nei, það var bara grænmeti ímislegt sem kemur fram sko í bókinni Já, hvernig það er, en ég einmitt lagðist yfir og það var mjög gott að fá heimildir hvernig matur var borin að borð á miðöldum því að það er svo mikið til heimildum það erlendar. já, ég Það er sé engar það. heimildir til á Íslandi náttúrulega það. Nei, nei, Og þarna misti ég mig alveg og bara, og það er til dæmis, það sem að verður núna boðið upp á, sem ég býð upp á í hörpunni, það eru svona miðalda marsipankökur vegna þess að þarna var, og sögu hetja mér nú Vilborg, hún er mikil viðskipta innja og hérna hún býr í Þýskalandi hún, eins og þú hefur lesið fólki fór víða og bjó víða já, og gerði marga spennandi hluti já, en hún komst í hérna tæri við marsipan það, og þessa kökur ætla ég að gefa smakk það var ekki þarna var ekki til sigur nei, en það var ekki Vilborg komið. var með býflugnarækt og geysilega stórt býflugnabú þannig að hún nýtti afurðina sína í þetta og það, í staðin fyrir sigurinn það var notað hunang og þarna Spennandi. var já og hérna og ég með þess að ætla að gefa líka núna uppskriftirnar þannig að fólk getur við haft þetta verið aðal jólaköku uppskriftin því að nú er fólk svo mikið í svona keto og svona vill ekki sigurinn Já, en þeir eru æðislegt. mjög bragðgóður og það sem er merkilegt og nýtt bragð sem fólk hefur ekki fundið áður en það er rósavatn, en það er hægt að kaupa það þú lítur að þekka það Já, já, já. já, Og þetta er svona sko, já, sem má borða og hérna það er svo sérstætt bragð af rósavatninu já, og þarna færðu bragð af smákökum og þú finnur líka marsipanbragði vegna þess að þetta er alltaf möndlumjöl já, og þarna miðöldum óru möndlu komna þær bárust líka með frá Austurlöndum, já, já og hérna þannig að ég ætla þess að í þessu brúðkaupsammali ætla ég að gefa marsipan og það sem ég hafa svo merkilegt og ég las í heimildum að þetta hét marspanne og mars var bara dreigið frá plánutunum Mars og panne er svona latin yfir brauð já, og maður hefur alltaf heyrt það svona, maður þekkir marsipanbrauði frá Danmörku þessi litlu hérna bleiku já, já það Altenberg, heitir já, marsipanbrauð já, og hérna þannig að þetta er eiginlega elsta kökuuppskriftin svona sem er svona sætinda sem maður veit þess vegna finnst mér þetta rosa spennandi að gefa smakk í hörpunni heldur betur spennandi, heldur betur spennandi. Svo ég sé bara gangi hér og bóslega vel, ég sitt hér undir þáttinn, já, upplýsingar um slóðina á já, hérna forsöluna á bókinni, tilbóðið sem já, gildi fyrir bókamessuna og þú ætlar að já sína púðan. já, það kemur pakkin fram og allt mögulegt og það er uppskriftin af hérna jólakökum ársins Já, marsipankökunum sem mannspanni, er já, fitulausar já það er og dásamlegt, já. já, þannig að þetta verður bara, ég vona bara sem allir ættingjar sem að bara geta mögulega kíkt í hörpuna að kíkja. Allir ættingjar Eiríks Sveinbjarnarsonar og Vilborgar, hvers dóttir var hún? Jónsdóttir og það Já, kemur einmitt fram þarna í það eru 3 ættartré og að þau tala áðan að þú var ekki aðeins líka að fylgjast með því. Ég já, veit að fólk hefur verið að pretta það bara út, þetta eru 3 ættartré vegna þess að það er líka rosalega gaman, þetta er náttúrulega norska konungsfjölskyldan, danska og sænska sem skiptir gífilega málið þarna já, og svo hérna, ættarnars Eiríks að vestan Vatnsfirðingættin, já, já, og svo sko, ættin hennar hérna Vilborgar sem já, er að norðan og þau eru samin að Ísland, þau eiga helmingin, þau eiga norðurhlutan og vesturhlutan á Íslandi og náttúrulega bókin byrjar á því og segja frá því hvernig stóð á því að þau gáttu þetta já, og þetta var í þessum ættum alveg já, næstu 100 árin en þetta hefur aldrei verið útskýrt svo þannig að einhvern veginn var ég líka dottin í það að vera svona sagfræðingur og ég lá lengi við þess að finna út því hún var ekki rétt veðruð hún var í raun og veru sögð Sigurðardóttir en það gekk ekki upp, það var saman hvernig ég lá yfir því það gekk ekki upp, en ég leysti þessa ráðgátu já, og þetta sést þarna og er útskýrt í bókinni og skýringun og sem það er lána frábært. já,
Svo til hamingju, enn og aftur gangi þér vel á Takk. bókamessunni og ég treysti því Takk. að margir kíkið þangað til Já. þess að ná sér í eintak og púða sem að Já, og svo skreyta. líka núna í forsölunni sem að fer í gang upp úr helgi og fram að vegna þess að það er bara takmarkað upplag sem ég hef af bókum og bara fyrstu kaupa, fyrstu fá. Já, Til þess að fá púðan og allan pakkana sem að verði. dásamlegt. Já, Gangi þér vel, skan. takk kærlega.